Já, Patrik, hvernig líður þér svona íslenska hjartanu núna? Núna strax eftir leik. Já, ég meina, þú veist, ég þjálfari Austurríkis og menn verða að vita það, þegar ég ekki með Austurríki þá held ég með Íslandi, það alveg klárt. En jú, ég náttúrulega fyrst og fremst ánægður með bara hvernig við komum inn í leikinn. Við vorum miklu svona beittari fannst mér varnarlega, náðum síðan þá kemur markvarslan, þetta gamla skilur og sóknarleikurinn var fínn. Ég ákvað það náttúrulega að hvíla okkar leiðtoga hjarta og heila, hann Viktor Silaki, alveg 40 mínútur og leyfa öðrum svolítið að taka ábyrgðina. Það náttúrulega eykur bara breytun og gera okkur sterkari. Það tókst vel, það var alveg sama hver kom inn og hann var allir að leggja sig fram og síðan líka það sem ég prófaði með að taka markmann út, það gekk bara fínt og bara góður möguleiki fyrir okkur ef við förum. Ég held að maður veit aldrei hvað maður getur spilað svona lengi og ég var náttúrulega í svona æfingarleik maður kannski þolinmóðari en aldrei að vita, eins og ég segi, ef það kemur síðasta sókn og við þurfum mark, þá allavega búið að æfa þetta og menn komum með sjálfstöld í það. Eins og segir að þeir voru mikið ákveðnir bara í heilar 60 mínútur í dag og öll þessi leikkerfi sem þú sagði við okkur mitt í gær í viðtalinu, 6-0 vörnin og 7 sóknir, menn þetta var engin taktík hjá þér? Nei, þetta var ekki, ég vildi bara og þeir vissu það að við myndum spila þetta og það var bara spurning hvort ég myndi standa við mitt og ég gerði það. Jú, ég meina íslenska liðið frábært og það þarf náttúrulega að eiga toppleik og við mættum bara vel, menn Arnar alltaf hans fintur alveg stórhættulegar og ég var ánægður með Árnasteinn, hann kom óhrættur inn í þetta og vonandi hann verið þannig jafn veittur á fimmtudaginn og hann hefði grætt á þessari viku ef ég hugsa sjálfa mig og Hauka. En ég meina við áttum bara mjög góðan dag og ég held við höfum alveg sanngjarnt úrslit sko. Hvernig svo framhaldið í Austurríkismönnum? Já, þeir fljúga bara heim á morgun og síðan tek ég þetta náttúrulega bara saman og við erum náttúrulega, nú var Noregur að spila á móti og ég fæ það myndefni og fer að klippa það og þeir fá bara reglulega, fljótlega póstur á mig hvað það er að gera og þetta er alltaf ákveðnir leikmenn sem þurfa að skerpa, kannski sambandi við form eða annað og þannig bara framhaldið. Síðan hittust við endan á maí og tökum einn æfingarleik við Slóveníu áður við byrjum í Noregsleikjum og það er það sem til sko. Svona við snúum okkur að þínu félagslegu Haukum, framhaldið þar? Framhaldið þar, ég meina það er náttúrulega bara næsti leikur og maður er nú svo bilaður kannski í þessu. Ég er nú strax byrjaður að hugsa Akureyri og náttúrulega ég er byrjaður að vera í ágætis sambandi við Óskar þó ég hafi verið að þjálfa og fylgjast með strákum. Þeir eru búin að æfa vel og auðvitað er þetta núna bara og okkur langar að klára þetta í næsta leik og erum á heimavelli og eins og ég segi, það er bara það sem tekur við. Núna kannski á morgun ég ætla að fara að horfa á soninn minn spila með Stjörnunni á Selfossi í móti og tek mig kannski pásu morgun en síðan bara æfing með Haukunum og bara bros þeir fá fótbolta á mánudaginn uppbytun og lofa því. Ekkert djam í kvöld? Hvað segirðu? Ekkert djam í kvöld? Nei, ég er alveg hætt því. Takk fyrir þetta, Patrik.